Þegar að foreldrar búa ekki saman, þá er sennilega aldrei mikilvægt að foreldrar reyna að vera samstíga í því að setja barnið í fyrsta sæti og huga að velferð þess, númer 1. Og í því eru bara góð samskipti ofsalega mikilvæg. Það er stundum sagt að það þarf heilt samfélag til þess að ala upp barn og það er svo sannarlega rétt að því að þetta er ekki einkamál foreldrarna. Foreldrarnir hafa mjög afmarkað hlutverk og mjög mikilvægt hlutverk sérstaklega fyrstu árin. Þeir hafa mikilvægasta hlutverkið en til þess að þeir geti sinnt því þá þurfum við að styðja við það með margs konar hætti. Þegar foreldrar búa ekki saman þá geta samskipti verið afskaplega viðkvæm og það getur verið vandasamt að rata réttu leiðina og þess vegna er mikilvægt að vanda sig við að gera sitt vel. Í raun og veru held ég að flestir foreldrar geti verið hæfir. En það þurfi kannski svolítið mikið að hjálpa til oft á tíðum og auðvitað kemur alltaf að því allri samningavinnu að annar aðili eða jafnvel báðir verða að láta að einhverju marki af sínum ýtrustu óskum og þá er leiðin út úr því er barnið. Við sem samfélag við þurfum að taka okkur mjög mikið á held ég. Ég held að við ofmetum alltaf mikið getu foreldrar til þess að vinna úr þessum málum. Að það segir sér sjálft að þegar foreldrar skilja að þá er það vegna þess að samskiptin er ekki nógu góð, það er eitthvað ekki nógu gott. Að þá er mjög mikilvægt að vera á réttum tíma, koma þegar maður ætlar að koma og sækja barnið þegar maður ætlar að sækja, skila barnið þegar maður ætlar að skila því og að fara eftir því sem er fyrirfram búið að ákveða. Að þegar fólk á við viðkvæmum samskiptum þá geta mínútur til eða frá haft áhrif á samskiptin til þess verða. En á hinn bóginn þá er líka mikilvægt að hafa umburðarlyndi og þegar að hinn aðilinn kemur ekki alveg réttu tíma eða það er ekki alveg að virka og það er líka að reyna að hafa umburðarlyndi fyrir því. Þannig að maður þarf að vanda sig á báða bóga, maður þarf að vanda sig að reyna að standa við það sem er samið maður þarf líka að vanda sig að sína umburðarlyndi fyrir því það gengur ekki upp. Það er ekkert til auðvitað sem eru bara góðir foreldrar. Foreldrar eru allavega hana. Og ég þekki mörg dæmi þess og auðvitað þekki allir mörg dæmi þess að foreldrar sem skilja geta verið mjög góðir foreldrar. En ég held að velti fyrst og fremst á getu þeirra til þess að hafa samstarf. Til þess að geta sett í rauninni þarf barnsins eins í öndvegi sem þýðir ofta maður þarf að fórna sínum eigin þörfum. Það er algengt þegar foreldrar eru nýskilin og treysta sér ekki í mikið samskipti sín á milli að þá farið þau að nota börnin til að bera skilaboð sín á milli. Og það er eitthvað sem bara foreldrar verða að varast að gera. Ég hef spurt þetta í mörgum rannsóknum yfir 20 ára tímabil og ég sé alveg að það er vaxandi ég myndi segja skilningur og ósk eftir því sem fólk er upplýstara að það sé hægt að nýta sér kannski ekki endilega beina ráðgjöf en líka það að fara sjálfur á vefinn og lesa fræðigreinar, ræða við fólk og það er meiri svona vitund það að nota þekkinguna og átta sig á að þetta snýst alltaf líðan barnsins. Það er mikilvægt að foreldrar tali við barnið á þann hátt og segi barninu frá því að það er ekki barninu að kenna í hvaða aðstæður barnið er komið. Barnið ber enga ábyrgð á því að foreldrar búi ekki saman og foreldrar eiga ekki undir neinum kringumstæðum að blanda börnum inn í málefni forsjárdeilu, segja frá forsjárdeilum, segja frá skilnaðinum, af hverju skilnaðurinn varð eða eitthvað slíkt. Og þarna held ég að við sem samfélag þurfum að gera aðstoð fyrir foreldra út frá þörfum barnsins fyrst og fremst miklu aðgengilegri. Þá er mjög mikilvægt að foreldrar setja ekki ábyrgðina á barnið hvernig umgengni eigi að vera háttað. Að foreldrar tali sín á milli hvernig umgengni verði en láti barnið ekki fara að taka ákvörðun það. Foreldrar sem að eiga í eru með slíka reynslu sem eru með margar erfiðar tilfinningar í farteskinu, þeir eru ekkert sérstaklega vel endilega í stakk búnir til að setja þarfir þriðja aðila í forgang. Til þess að fá þetta foreldri til þess að átta sig á því hvað það er að gera,
gæti verið gott að þessi mál væru barnaverndarmál og þetta foreldri var í kallaði í viðtal hjá barnaverndarstarfsmanni og því væri bara, foreldrinu væri gerð grein fyrir hvað áhrif þetta væri að hafa á barn. Þetta eru svona 4–5% skilnaðarforeldra sem í þeim hópi að hreinlega bara geta ekki náð samkomulagi, hvort sem að þau fá ráðgjöf eða leita sér meðferðar eða það er eitthvað, þetta er ákveðin svona tengist persónuleika gerð að hafa bara ekki þennan búnað, þennan hæfleika og þá þarf auðvitað að koma til og oft einhvers konar stýring og aðstoð og þar koma náttúrulega barnaverndarnefndirnar til skjalana. Foreldrar þurfa líka svolítið átt að segja því að það er ekki slæmt mál að vera tilkynnt til barnaverndar. Það er bara tilkynnt að barn búi við óæskilegar aðstæður og barnavernd bregst við með að koma inn með stuðningsúrræði. Ég sem foreldri er ekki kannski best dómbær á það hversu öruggt heimili hins foreldrisins er. Það getur verið mjög mikilvægt að fá þriðja aðila til að meta það, en hann verður að vera mjög faglega hæfur. Hann verður að vera mjög vakandi fyrir sínum eigin fordómum, fyrir sína eigin reynslu, hvernig hún getur spilast út, fyrir hans eigin skoðunum á þessum málum. Öðruvísi getur ekki verið að tala fagleg vinnubrögð. Það verður að byggja á þeim grunni að þetta sé ekki litað af hans eigin persónulegu skoðun. Barnavernd beitir ekki íþyngjandi úrræðum á meðan að foreldrar eru tilbúin til samstarf. Það er ekki fyrir en að foreldrar neita samstarfi og barnið býr áfram við óviðunandi aðstæður að barnavernd fyrir að grípa til íþyngjandi úrræða. Þannig að barnavernd er í lang flestum tilfellum góð fyrir alla í fjölskyldunni. Ég held að það sé oftast óheppilegt að ná sér í tvo verndara eða þeir sem alltaf berjast fyrir rétti þínum. Sko það náttúrulega er alveg uppskrift að stríði en mjög vaxandi er í lögmannastétt að fara að vinna út frá sáttahugtakinu og vinna þá með félagsráðgjöfum og sálfræðingum og öðrum sem að koma að þessum málum. Ef við viljum vera að nota eitthvað réttar hugtak sem ég finnst eiginlega ekki eiga við í þessum málum nema bara réttu barnsins. Mér finnst það eiginlega að vera eini rétturinn sem er í þessum málum. Þá verða foreldrar að passa sig á því að vera ekki að yfirheyra barn hvað það var að gera á hinu heimilinu. Barn getur tekið upp hjá sjálfur sér, það vill segja frá og þá er rosalega mikilvægt að taka við því, vera tilbúin að hlusta. Vera tilbúin að hlusta á bæði gleði og sorg sem að barnið er að segja frá á hinu heimilinu. Það eru hvorki meira en minna 60% sem eru á leiðinni inn í dóm en þar sem foreldrunum er beint í ráðgjöf í staðinn, að þá eru 60% sem ber árangur og fara ekki fyrir dómstóla. Og að því vorum að tala áðan mikilvægi þess að hlífa börnum við stormum og átökum, að þá er þetta sannarlega liður í því. Að bara það að standa í málaferlum, barn fer ekki dvarhlut af því ef að foreldrar er í málaferlum. Það hvernig foreldrinu líður hefur áhrif á barnið og öfugt. Það er ekki hægt að aðskilja þetta og taka bara barnið og segja betur hvað er að þessu barni. Ráðgjöf til foreldra það hvernig megi koma upplýsingum til barns á einhvern uppbyggilegan hátt. Að það sé ekki í einhverjum ásökunar orðum eða niðrandi viðhorfum eða heldur að það sé verið að segja já, hann hefur þessar takmarkanir eða kannski getur þú búist við þessu og þá gerur þetta og þetta, þá getur þú brugðist svona við eða eins og nesta barnið með eitthvað í farteskinu til þess að ráða betur við ef einhverjir slíkir alvarlegir veikleikar eru hjá hinu foreldrinu. Þá þarf þriðji aðili að koma til skjalana og það ætti að vera einhver úr okkar kerfi og svo aðstoð þyrfti að vera miklu aðgengilegri og koma miklu fyrir til skjalana þannig að fólk sem lendir í þessari stöðu að það geti leitað aðstóðar hjá hlutlausum aðila sem hefur faglega þekkingu. Það verður að vera fagleg þekking á sálfræði, á þörfum barna, á tengslaþörf barna, að þetta sé ekki eingöngu út frá lögfræðilegum álitamálum heldur fyrst og fremst þetta hvað er að fólk sem hefur einhverja innsýn í hegðun manna.
það er kannski það sem að skiptir líklega miklu máli í þessum tilvikum þegar það er svona ágreiningur. Það er að hjálpa foreldrum til þess að sjá að amma og afi geta verið svo mikil lausn, þau geta verið svo mikil resúrs eða sem sagt úrræði fyrir barnið að eiga áfram aðgang að sinni fjölskyldu, og það kemur fram í rannsókninu okkar Sólveigar Sigurðardóttur sem kom út í bókinni Eftir skilnað, að þá sjáum við svo skýrt, að því við ræðum líka við afömmur þar, að þar sem að er spenna eða togstreita á milli foreldrana, þá eru afinn og amman oft á þessari hliðalínu og þau geta horft í gegnum fingur og þau geta sleppt í að taka afstöðu og segja bara, maður gerir þetta fyrir barnið. Við viljum bara að allt sé í góðu og við leggjum okkur fram við að sýna henni eða honum sem sagt virðingu barnanna vegna. Og þá hafa þau svona aðeins meiri fjarlægð og þetta kannski þroska og hafa miklu að miðla. Og ég held að það beri að virkilega að nýta það og huga líka þá pínulítið að aðkomu möguleikum af og ömmu. En þá þurfum við sem samfélag bæði á leikskólum og bara sem fjölskyldur að vera vakandi fyrir hvað er að gerast og þora að tala um þetta, og það þarf að vera ákveðin viðurkenning á að það hvernig barn tjáir sig og hvernig þið líður, það er ekki úr lausu lofti gripið. Í Bandaríkjunum þá hafa margir sérfræðingar reynslu að því að sameina börn og foreldra þegar þau hafa verið útilokuð frá þeim. Og Richard Borsek, hann er einn af þeim sem hefur verið með börn í slíkri meðferð, og á 2 til 4 dögum og þá er þetta breyta sambandi þar sem samband sem hefur algjörlega rofið, barnið hefur algjörlega neitað foreldri. Þetta er 2 til 4 daga í meðferð, þá er svo ekkert hafi gerst og það eru kærleysið samband á milli foreldris og barns aftur. Og þetta eru hlutir sem það er verið að gera þetta í dag. Þessi þekking, hún er til staðar og við þurfum að fá hana til okkar. Að það er fjöldi barna á Íslandi sem að verða af öðru foreldri sínu, að það er enginn að gera neitt í því.